Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum næst að velta fyrir okkur, áhrifum rafrænnar umpólunar á líf okkar, heilsu og menningu og ekki síst hjá börnunum, unga fólkinu. Skiptar skoðanir vitaskuld þær miklu menningar og tæknibreytingar sem hafa breytt lífi okkar undanfarið. Sumir segja internetið, samfélagsmiðlarnir og það hvernig við nýtum nýja tækni hafi verið til góðs heilt yfir, en við á samstöðinni veltum nú mikið fyrir okkur hvernig við getum staðið fyrir samtali til að varpa ljósi á álitaefnin, og hann á línunni hérna Jóhann Ingi Óskarsson, smiður og íbúi í Vestmannaeyjum. Heyrir þú í mér, Jóhann Ingi? Ég heyri vel í þér. Takk. Sæll og blessaður, gaman að hafa Eyjamann á línunni. Já, takk fyrir það. Þú hefur sem sagt áhyggjur af því að skjárinn steli æsku barna og þú hefur verið að láta að þér kveða og skrifa greinar þetta. Hvers vegna blandar þér í þennan slag? Sko, í raun og veru þá hefur maður verið að fylgjast með bara í raun og veru því kannski dálítið á móti því sem ég skrifa, en með á samfélagsmiðlum. Það maður sé þróun bæði náms og hvert menntun að fara og athygli barna. Og ég sé það eigin reynslu bara með eigin barn að maður hefur pröfað þetta, maður hefur svona verið að nota það til að kaupa sér frið. Já. Og ég sá fljótlega mun að bara á persónuleikabreytingu á ungu barni. Já. Og á mjög stuttum tíma í raun og veru. Og þá fer maður svona aðeins að pæla betur í þessu. Ég setti sjálfur snemma strangar reglur á þetta og sá strax mun bara skapsveiflur og athygli og allt svona. Það auðveldara að kenna þeim að lesa, setjast yfir eitthvað námsefni og svoleiðis. Þannig já, ég vildi svona koma mínu orði og opna umræðina þetta í raun og veru, bara tjá mig að eigin reynslu. Ef má aðeins bæta við þessi friður sem þú talar þú ert að tala sem sagt, freistni vandan, að rétta barni farsíma eða iPad eða eitthvað svoleiðis og kaupa sér 5 mínútna fílafrið. Í raun og veru, já. Hvað sem maður út að borða eða þú ert með annað barn sem grætur og erfitt og þetta við höfum allan nútíma foreldrar verið segum þetta einhvern tímann að svona, eins og við kallum þetta, að kaupa okkur frið. Þannig að já. Þú ert 2 barna faðir, ekki satt? Jú, 2 barna faðir. Hvað eru börnin þín gömul? Verða 7 ára á þessu ári og 3. Já. Þegar þú berð saman umhverfi 7 ára barnsins og það sem 3, er eitthvað ólíkt með tímanum sem þessi 2 börn alast upp á? Sko, ég myndi segja, ég veit ekki út á við. Skólinn hér í Vestmannaeyjum hefur alveg staðið svo þokkalega vel. Þó þeir innleitu iPad-a nýverið og maður næri ekki rosa mikið að fylgjast með því, persónulega. En í uppeldi hjá mér, þá með seinna barni, þá byrjaði maður að taka sér tíma að kaupa sér frið, eins og ég orðaði það. Að eldri stelpan, maður fór að gefa henni síma eða iPad eitthvað svoleiðis þegar hún var að vakna snemma og hinn kannski svaf ekki neitt yfir nóttina og maður var að kaupa sér einhverja mínútur í svefn. Og svo bara svona vindur þetta upp á sig í raun og veru. Og já, uppeldi þeirra myndi ég ekki segja endilega sér svo mikið nema það að við höfum bara aldrei leyft miðlana á yngra barn, persónulega. Og sjáum alveg það frelsi, hún miklu, hún mjög örugg stelpa og heldur alveg athygli vel, myndi ég segja. En ég erfitt að bera saman, við erum öll svo mismunandi. Ég erfitt að bera saman þær 2. Ég hef mestu áhyggjur af því þegar þeir fara að alast upp. Já. Í raun og veru. Fara að stíga inn í þessi ár sem þú ert að fjarast meira og meira frá foreldrunum. Já. Og maður hefur ekki eins miklu umsjón.
Mér heyrist að þú sért sko að segja að þú hafir meiri áhyggjur af skjánótkun yngri dóttur þinnar en þú hafðir þegar eldri dóttir þín var á aldri þeirra yngri, ekki satt? Jú, Já. jú, og já, algjörlega. Ég bara með það frétti sem maður hefur fengið af eins og Roblox tölvuleiknum nýverið sem að vera umtal hana varandi barnapæra og annað sem eitthvað mál sem í gangi, lítið kynnt mér að. En það var nóg fyrir mig til að banna það bara samstundis í raun og veru. Mér er mjög illa við þetta og ég hef, bara því maður elst upp með börnunum sínum, maður sér svona ákveðið mynstur í raun og veru með miðlunum og notkunni og já, ég veit ekki til að svara spurningunni. Ég er mun strangari og verð alltaf strangari með árunum þegar líður að þessu. Ég sé svo mikla breytingu í tali hjá eldri eftir að við tókum svona vel á þessu og lestri og annað. Þetta er allt mjög einfalt. Svo þessu tengt þá bara á leiðinni, á leiðminni til vinnu í morgun þá var ég með kveikt á útvarpinu, ég var annarkot að hlusta á Rás 2 eða Bylgjuna, ég veit ekki alveg hvort það var sko og þá var umræða sem var verið að ræða einhverja evrópska könnun sem að ég gat ekki betur heyrt en hefði mælt það að íslensk ungmenni væru í næstmestum vanda hvað var það veðmál Evrópuþjóða á internetinu og það var komin mjög mikil veðmála menning ekki síst inn í íþróttahreyfingunni og inn í íþróttalífinu. Já. Og það eru svona alls konar mjög örar samfélagsbreytingar sem hafa orðið svolítið án þess að við áttum okkur á því. Það var margir nefnt við mig að það sé fyndið að foreldrar séu með svona búnað í símanum og þeir geti trakkað börnin, geti séð hvar börnin séu stödd. En svo labbaðu inn í herbyggi og loka því og foreldrar hefur ekki hugmynd hvaða heima það heimsækir þar. Já, ég veit að þetta hefur verið vaxandi mikið. Ég upplifði þetta eigin reynslu. Ég er náttúrulega af þeirri kynslóð að þetta er að byrja þegar ég er svona kannski 19 ára eitthvað, þá er svona menningin að stækka minni mig með þessum bettsíðum. Já. Svo er aðgengi alltaf orðið meira og meira og náttúrulega auglýsingar og annað fara að vera að nota meira samfélagsmiðla stjörnur, skulum við segja, til að auglýsa þessa miðla, hvort sem það er þeir sem eiga tals við ungt fólk eða eldra. Aðgengi, eins og þetta er náttúrulega mjög auðvelt aðgengi að þessu. Ég veit ekki nákvæmlega lausnin að þessu, maður hefur samt séð, maður á bara vini og þekkir í kringu sig. Þú veist, að fólk er að fara í gegnum mikla fjármuni á stuttum tíma, bara út af, þetta er bara í vasanum á þér, sko. Já, og mér bara ágætt að nefna þetta sko í samhengi við ungubörnin bara til marks menningar breytingarnar og til marks það hvernig sko forræði foreldra yfir lífi barnanna er í rauninni minna og veikara af því að bæði meðvitað og ómeðvitað þá fer svo mikil tími í alls konar hluti sem að foreldrarnir hafa ekki hugmyndum hvað sé að gerast. Ég tók eftir því í grein þinni á Vísi sem að þú skrifaðir, það sem þú lýstir áhyggjum þínum er að þú sagði sko leikur með kubba, dúkkur og ímyndunarafl hefur vikið fyrir stanslausri skjánotkun. Hvort það er reynslusaga, ég veit ekki hvað það er að tala og svo fer að tala áhrifin af því, skapsveiflur einmitt og fleira. Já, þetta er einmitt út af, ég horfi alltaf bara inn á við, bara minni upplifun og minni æsku að ég elst upp í, eins og ég vil oft kalla það sko, margir aðra svona tilraunakynslóðin. Í raun og veru. Við förum úr því að vera fólki sem höfum aðgengi á að vera úti eins og okkur sýnist og eigum svona þessa æsku sem foreldrar okkar þekkja betur en færumst líka á viðkvæmum árum inn í mikla tækninýjunga, samfélagsmiðla, tölvuleikir og allt þetta dót og ég þekkja eigin reynslu munin á hvernig
manni leið persónulega í að vera bara út að leika með vinum sínum í hvort sem það í fótbolta eða bara eitthvað að prakkarast og yfir það að vera lokaður inn í herbyggi þar sem var með kannski vininum eða jafnvel einn í einhverjum tölvuleik eða hvað sem það er. Já, þú fær náttúrulega mikla líkamlega útrás með því að vera úti að djöflast. Já, mikla og bara andlega heilsan þegar maður var þar, maður var miklu meira hægt og rólega að loka sig alltaf meira af sjálfur, svona á þessum unglingsárum þegar maður byrjaði mikið að spila leiki. Maður tekur allt svona tímabil og og núna færum við tíman í dag þar sem að síminn náttúrulega bara framúrskarandi frábrugðið öllu sem ég þekki í minni æsku og krakkar eru kannski með þetta á ungum aldri og athyglin frá þessu, þú getur ekki borið þetta saman við púsl eða spila eitthvað, dópamínflæðið sem kemur inn, þetta er instant, bara rétt við nánast að kveikja símann, náttúrulega þetta síminn bara hannaður til þess að halda þína athygli eins lengi og hægt og að sjá munin á þessu, þú ert ekki sko, eins og segi, ég engin sérfræðingur sko, en ég get ímyndað mér að heilastarfsemin við það að púsla eða teikna mynd eða ímyndaraflið allt þetta, að efla það allt saman. Nýja tæknin hefur, fyrir ekki að ég skýt inn í, en nýja tæknin, þessi tölvutækni, hún hefur hreinlega breytt taugafrumum barna sem fullorðina, sagði hér sérfræðingur við Rauðaborðið daginn, sko. Já, ég get rétt ímyndað með það. Og við finnum þetta allt sjálf, við fullorðna fólki erum alls ekkert saklaus. Einu munurinn á okkur og þeim að við höfum kannski gengið þau þroska skrifa, við þekkjum ákveðin munstur, við vitum að þetta er fíkn, við vitum að þetta sé ekki gott og eitthvað svoleiðis og svona stundum við gleymum okkur eða annað. En hjá börnum þá náttúrulega við erum að mynda þeirra hugsununa svona munstur eða þróa það í gegnum símann, þannig að þau munu aldrei þekkja munin á hvað er gott við þetta, hvað er slæmt við þetta og hvað, ég geti ímyndað mér á þess að, eins og segi, á þess að vera ykkur sérfræðingur. Og ég held sko að margt fullorðið fólk upplifi sektarkennd, samviskubit og ákveðna skömm á því sko hvernig komið til dæmis, maður finnur þetta stundum þegar maður kemur bara sjálfur heim úr vinnunni og það eru kannski 3 heimilismenn í stofunni og hver og einn í sínum eigin heimi og maður kemur og kastar kveðju og það eru kannski bara svona frekar duglegar undirtektir því það eru allir í eigin heimi og guð minn góður, ég er nú ekki barnanna bestur, ég get eins verið sá sem að sitja í stofunni þegar einhver kemur inn á heimilið og tekur alveg 10-15 mínútur að ná minni athygli og maður finnur sko fyrir ákveðinni skömm þegar maður skrútinerar þetta, þegar maður áttar sig á því að svona var ekki fjölskyldulífið og svona ætti kannski ekki fjölskyldulífið að vera og ef ég skil þér rétt þá þú og konaðinn þið sem sagt með nokkur róttækum hætti þið bara bönnuð samfélagsmiðla. Já, í raun og veru. Á okkar heimili þá það freistingar eða svona, vellaun, símann oft notaður í vellaun og þú mátt fara inn á YouTube Kids eða mátt spila eitthvað leik eða eitthvað sem vellaun. Við erum búin að breyta yfir að bara, okkur finnst sjónvarpið nóg. Það hefur aðgengi að horfa á Latabæ eða hvað sem það næg vellaun til að slaka á eftir kannski erfiðan leikskóladag eða skóladag eða eitthvað. Sjónvarpið nóg? Já, ég myndi svona á þessum aldri þá tel ég nóg. Það athyglin eða svona aðgengi þar búið að fjölmarkast. Við þekkjum það að vera með DFD og spólu náttúrulega eldri árum og maður gat ekki valið hvað sem eða hort á hvaða mynd sem eða hvaða þátt sem eða hvað sem En í dag þetta orðið þannig að þú getur bara, við erum með Netflix eða Disney eða allt þetta dót og það bara allt í boði. Og ég tel það alveg nóg og erum við markviss mjög mikið að banna þeim erlendefni líka til að efla bara tunguna.
ég tel ekki þörf á að hún þurfi að læra mikið ensku, hún pikkar upp þetta nógu vel í skólanum og þetta kemur, en íslenskan er ég svona, já, setja mikla reglur á. Þú veist, Disney er fínt með þetta að vera með íslensku í boði og annars er það líka bara íslensku miðlunni. Sjón Símans Latibær er mjög vinsæll hérna á heimilinu. Þetta er róttækt skref sem það hefði stigið. Já, en ég gera með barn. Það er munurinn að þess vegna er þetta ekki alveg eins erfitt skref. Ég get ekki, já, en er ekki eldri dótturinn líka á sömu slóðum og svo yngri? Og kvartar hún ekkert, segir hún ekki, kemur hún ekki vælandi heim úr skólanum og segir pabbi, allir í mínum bekk eru á samfélagsmiðlum, þetta er algjört rugl. Ég held að svona upp til hópa er ekkert of mikið af börnunum hérna, ekki eins og en ég veit náttúrulega, maður veit ekkert hvað gengur á heimi á fólki og ég ætlaði nú ekkert að fara að skipta mér á því en hérna jú, það kemur alveg einskot að þessi hérna væri að gera þetta og eitthvað en það er bara þannig er það bara, þú veist, út af reglunar hún er mjög skilningsrík fyrir sín aldur svona, til að upphefja hana að það kemur inn, þú veist, það er alltaf þessi tilraun, en ef hún er bara skotið niður þá, þú veist, þá hætti það bara. Þú veist, við erum ekkert rosa svona bjöguð á að kannski eða eitthvað eða bara, nei. Og einfalt, sko. Þú gengur svo langt að segja að þú hafi fengið sko barnið þitt aftur. Já. Farið aðeins nánar út í það. Ég get gert það. Það er sko, eins og ég segi, þetta er í kringum tímann þegar við erum nýbúin að eiga annað barni, að þá leyfum við, þá erum við komið með hérna iPad á heimili sem við fengum einhvern gamlan frá foreldrum mínum og og hún hefur dálítið mikið aðgengi af honum, bara svona, það var svona svefnvandamál á yngri á tíma og maður fann sér svona afsakanir, konan eitthvað bara til að kaupa sér þennan frið og þetta líður á langa tíma og svo förum við svona þess að grípa inn í, við náum ekki sambandi, það er bara, er ekki hægt að eiga við barnið, er ekki hægt að segja henni að ganga frá eftir sig eða eitthvað svona uppeldis bara reglur. Þannig að maður fer að byrja að bara taka iPadinn burt, bara núna ætlum við að stoppa þetta og þá koma svona skapsveiflur sem bara ég hef aldrei séð frá dóttur minni. Þetta, þú veist, þess að ég þekki náttúrulega bara persónulega, hún er það er ekkert mikið skap á henni, það fer rosalega lítið fyrir henni í raun og veru. Bara svona prinsessa, skulle við segja. Og að sjá hana svo breytast í svona, maður þekkir þetta sjálfur verandi sko búin að vera óvirkur alkohólisti núna í að vera 10 ár. Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Vel gert. Já, takk. Að maður þekkir fíknihegðun. Maður sér, þetta er svona ákveðin pattern sem þú sérð eiginlega, að sækja slettuna. Að þú sérð oft í augunum, þetta er svona óstjórnleg reiði þegar það teki fíknina frá þér. Bara, hegðunin er bara út úr hött, þú jafnvel notar hvað sem er ofbeldi, öskur eða berja í hurðar eða hvað sem er. Og ég sé þetta hjá henni. Það veikum mig, fékk ég bara svona óþæginda tilfinningu, bara leið, út að ég veit, ef við út að ala upp fíkn á þessum aldri, hvernig er þetta að fara að skila barninu þegar þetta er orðið úrlingur og fullorðin, ef þú ert komið með þessa fíknihegðun og bara búin að ala þér fíkn. Hversu stutt er í að þetta færist í einhver önnur fíkniefni? Já, og varstu ekki hissa á því hvað þú upplifir að það gerist á skömmum tíma líka? Jú, bara þetta voru fáeina vikur, langar mig að segja, konan gæti leirið það, en í minni minningu þá var þetta svona fáeina vikur, kannski mánuður eitthvað svoleiðis, sem það var svona auðvelt aðgengi. Það var ekkert alveg skýrar reglur á iPadinum, skilur við, og notkun. Og
svo náttúrulega tekur maður á þessu og færir sér brjálæðisköst og annað. Við byrjum þetta bara í skrefum, það eru bara svona skýra reglur á þessu, settum bara skýra reglur mátt bara þarna eftir þetta og það var alltaf verið að biðja en eitthvað, þetta var svona eins og vantaði fixið, skilur, yfir daginn. Og svo hægt og rólega bara minnkuðu þetta úr í að það bara banna. Þessi iPad er búin að vera í einhverju skúffu, svona drastskúffu hérna bara, já, síðan þá held ég. Og með þessu þá svona hægt og rólega fór hún aftur í að byrja, hún var bara ekki búin að leika sig með dótið sitt bara síðan ég veit ekki hvenær. Hún var alltaf farin að aðeins að byrja að vilja gera það, leika við litlu systur sína, byrja að púsla aftur, litar rosalega mikið og teiknar, hún fann að gera það. Og þetta var allt bara, þetta var ekki eins spennandi, þú getur fara að lita og teikna í iPadinum og það miklu skemmtilegra. Eða einhver leikur sem hún getur gert þetta, eða bara leigja á YouTube Kids í raun og veru. Bara glata nokkrum klukkutími þar. Þannig að, já, eins og sé, þess að segja, maður fékk dóttur sína aftur. Maður fékk hennar sem var tilbúið til í að gera allt með manni. Þegar barn vill kannski ekki fara að lita með þér þegar þú býðst til þess eða fara út að leika hvað sem það þá veldur það mér miklum áhyggjum. Það bara, maður þekki það sjálfur og maður þekkti það áður. Það bara, ef maður bauðst til að gera eitthvað, bara geggjað. Bara, yes, let's go, bara alltaf. Já, það er líka umhugsunarefni hvað varðar einbeitinguna og athyglistímann sem við höfum til að sýna börnunum okkar að þessi tækni hefur haft svo mikil áhrif á okkar eigin vinnu. Það er svo mörg okkar sem að teljum að við þurfum að vera sítengt vegna vinnunar og erum að fá upplýsingar vinnuna, lífsbjargir okkar í gegnum skilaboð á samfélagsmiðlum, í gegnum tölvuna, í gegnum tölvupóst, í gegnum uppin, í gegnum samfélagsmiðlana. Þannig að það er önnur breyting sem hefur orðið að vinnu sem kannski áður lauk bara klukkan 5 og bara friður til klukkan 9 morgunin eftir, að hún veltur yfir einkarýmið. Hún fer inn í fjölskyldulífið vegna þess að við höfum ekki náð að beisla þessa tækni, við höfum ekki sett okkur agan sem kannski þyrfti til þess að aðskilja einkalíf og vinnu. Er það ekki líka einhver pæling? Jú, maður þekki það persónulega. Ég náttúrulega er náttúrulega fyrirtækjaeigandi líka með að vera smiður, verktakafyrirtæki og innflutningsfyrirtæki. Og og maður finnur það sjálfur út að maður er sífellt í þessum mailsamskiptum og allt þetta dót. Maður finnst maður eins og maður þurfa alltaf að vera tengdur. Maður sjálfur ætti að setja sig vera miklu strangari, Maður finnur alveg hvað maður getur glatað einhverjum tíma og maður þekkja líka sjálfur bara á að vera að fá inn starfsfólk eða annað, Þeir eru rosa upptekin alltaf. Rosalega upptekin, bara yfir daginn. En í raun og veru ég held að mest megnið af tímanum sem af deginum fer í mitt síma og þess að taka eftir í. Í raun og veru, þess vegna eru svona upptekin, myndi ég segja, en gæsalappa. Já, ég held að þetta sé komið úr böndunum, þetta sé hömlulaust og við þurfum einhvern veginn að reyna að smíða saman nýjan samfélagssáttmála og ég held að mörguleiti að við foreldrar sem skelfilega fyrirmyndir, en okkur er vorkunn vegna þess að þetta eru breytingar sem gerast hratt og hvað var alltaf atvinnuna, þá held ég mörg okkar upplifið það að þau þurfi að vera meira og minna allan sólarhringinn bundin þessari tækni í endalausum samskiptum, af því annars þá myndið þið bara annars skorti okkur samkeppnishæfi bara við annað fólk sem í sömu stöðu og þá bara missum við vinnuna og lífsbjargirnar og allt það, þannig að það er ekki það að við ákveðum að gera veröldina verri, við erum að þvert á móti, við höldum að við þurfum að taka þátt í því sem við erum að gera. En það er ekki víst að það sé þannig í raun, en þetta þarf allavega að ræða miklu svona víðar. Já, algjörlega. Og einmitt eins og ég er ekki á því, eins og ég skrifum, ég er ekkert endilega í einhverjum forræðishyggju pælingum, ég vil ekkert endilega setja eitthvað beint boð og bönn. Það er erfitt að, ég kannski er ekki með alla lausnina. Ég er ekki sérfræðingur. Ég er ekki með einu lausnir. En aftur á móti, þá veit ég að við komum saman með útivistartíma og við komum saman með bara umferðaröryggi og öryggi barna í bíl og allt þetta, við getum alveg fundið svona einhverja sameiginlega niðurstöðu bara með því einmitt að opna umræðan.
bara fólk að tjá sig sína upplifun eða að skólanir grípa aðeins inn í bara svona opnaði samtali við foreldra, hvort sem það á fundum eða eitthvað ráðstefna, eitthvað, skiptir ekki máli. Bara eitthvað til að halda þessu aðeins svona, halda okkur virkum, ekki, þó að við erum kannski háð, reynum ekki að smita fíknina yfir á börnin og einmitt reynum að vera bara fyrirmyndir sjálf, ég svona, maður bæta sig, ég kem alveg heim sjálfur, búin í vinnu 5 leytið og og svo hef ég aðra vinnu, tölvupóstar og annað, en ég leyfi mér það að ég fer ekki í það fyrr en eftir að búið að svæfa. Þannig að þó að ég þarf kannski að vaka eins lengur og vinna lengri tíma en þá allan að fá þau athyglina mína frá 5 til 8, að lesa og læra heima og allt þetta dót. Og þetta munar rosalega miklu bara að einmitt hafa foreldra sem þú þarft ekki að kalla á 1.000.000 sinnum til að ná athyglinum hjá honum. En eins og segi, ég ennþá óstýpaður demantur, það helling sem á bæta. Já, mörg heimili hafa líka gripið til símalausra samverustunda sem kvöldverðurinn og líta á hana sem heilaga stund og það svo sannarlega hlýtur að vera skárra en ekkert. Þú vitnar líka í gögnum það til vísindanna að aukin notkun samfélagsmiðla auki líkur á kvíða, þunglindi, einmanaleika og lakari sjálfsmynd meðal ungs fólks og þú segir að heilin á unglingárum sé enn í mótun og viðkvæmar við stöðugu áreiti. Dópamínflæðið og það hvernig við getum orðið háð í tengt sem við vorum að ræða áðan endalaus like og svona klipp og þú veist hvernig einbeiting okkar fer frá einu sjónarhorni til annars alltaf. Þetta eru allt saman þetta er mjög gild umræða að pæla í henni og ég veit ekki með sérfræðingarna, þeir mun ekki einir leysa þetta fyrir okkur eins og ég sagði það, við þurfum einhvern veginn bara, er það ekki að fjalla meira þetta frá okkar eigin nefi. Það er annað sem ég langar aðeins að bera undir þig að við ræðum nú við margt fólk hér við Rauðaborðið og ræddi við einn skólastjóra á dögunum grunnskóla sem að hallast að því að kannski sé ekki nóg að koma á farsímabanni eða snjallsímabanni í grunnskólum, heldur gæti verið góð hugmynd að taka bara tölvuna líka, tölvuskjáin út úr skólastofunni og nám verði best þegar þessi sameiginlega afurð lifandi fólks, lifandi krakka sem eru einhvern veginn saman að mennta sig. Þetta svona hvað sem viðvíkur skoðun þessa skólastjóra þá veltir þetta svona upp pælingum það að heimili náttúrulega geta þetta ekki einn, það þarf að vera einhvers konar samtal og samvinna á milli til dæmis leikskóla, grunnskóla og heimilana, ekki satt? Jú, út af skólanir erum náttúrulega með börnin okkar mjög stóran hluta ævi þeirra í raun og veru. Þannig að það eru þarna 6, 7, 8 tímar dagsins sem þau eru ekki í okkar umsjá. Maður vill alveg að þessar reglur haldi áfram. Ég veit að skólinn hérna í Vestmannaeyjum er með iPad í skólastofum og ég á því, ég veit að þetta er rosa skemmtilegt og þetta getur skilað sér til einhverra barna. En svona, ég vil samt frekar persónlega myndi ég vilja alltaf skoða það að setja reglur frá vissum aldri. Þessu dóttir mín, hjá okkur er þetta þannig að þú skiptir skóla frá 1. til 5. bekk í ákveðnum skóla og svo 7. til 10. bekk í öðrum skóla. Og það sem er í 1. til 5. bekk, þar til ég notkun á iPadinum, mér finnst eiginlega eitthvað sem ætti eiginlega ekki að vera hlutur. Þarna er ákennslan að vera einfaldari og ég skil skólana að setja upp iPad á hana út af þeir að keppast við bara þetta áriti sem sem mörg börn fá heima við. Þannig að svo kannski alltaf í símanum og tölvunni og eitthvað heimi á sér, svo fara að setja sér skólastofu og læra við bók. Og
bara, og þá bara náði ég ekki einu svona einbeita sér á bara einfaldari spurningu. Þannig að ég skil skólan og svo sem að hafa tekið þetta skref, en ég vil frekar taka skrefið í að laga þetta vandamál heima við og annað, heldur en að skólinn fara að elta sko þessa þróun, út af ég tel þessa þróun ekki til hins betra sko. Nei. En eins og talar tölvuna, mitt persónulega, ég var náttúrulega í tölvutímum sem krakki, það var ekki iPad, en ég sé ekki alveg okkur eftir að taka það á skólanum. Nei, það er nú kannski annað sko, sem er einhver sérstök tölvukennsla, það er nú kannski annað en það sem ég er að tala sko. Það Já, þetta er bara í skólastofunni. Já, það er bara kúltúrin, að þetta sé fjarlægt bara einhvern veginn úr sko, þessari sínálega sko, sem hjálpar þetta ekki. En það er ljóst að það eru margir skólastjórnendur sem og aðrir að velta fyrir þessum hlutum. Við erum að reyna að finna út í því hvernig við getum tekið það besta út úr þessum tækniumbreytingum en hent því sem að hefur skaðleg áhrif og ég hef ekki nein svör, ekki frekar en þú en fínt að koma með einhverja tillögur að úrbótum. Mér langar aðeins að ræða við bara svona síðustu mínúturnar, Jóhann Ingi, sem stjórnmálamann. Þú ert í framboði fyrir Miðflokkinn í Vestmannaeyjum, ekki satt? Jú, það passar. Er Miðflokkurinn með einhverja bæjarfulltrúa núna í Eyjum eða? Nei, þetta er fyrsta framboð Miðflokksins í Vestmannaeyjum. Já. Og er þetta dæmi mál sem að gott er að ræða fyrir sveitarstjórnarkosningar eða er þetta bara persónulegt hjá þér? Sko, ég hef náttúrulega skrifað mikið persónulegt í gegnum tíðina, svona greinar og annað. Þannig jú, að vissu leyti er þetta persónulegt. Ég veit í hvort að við myndum innleiða þetta inn í okkar stefnumál, þó að við viljum alltaf bæta menntamálin, en ég veit að menntamálin í Vestmannaeyjum, eins og með kveikjum neistan og allt það, þau eru að standa sér rosalega vel og við erum alveg framúrskarandi þarna með eins og unga drengi í kennslu, þar sem að þeir hafa verið að hrakna mikið í skólakerfinu. Þannig að ég myndi frekar vilja halda þessu innan bara foreldrasamfélagsins. Þú veist, bara við sem foreldrar í raun og veru, ekkert endilega fá bæjarstjórnina beint inn í þetta mál eins og frekar að byrja bara hjá kennurum og skólastjórnendum í raun og veru. Já. En alltaf til ég að hafa opna umræðina persónulega, þó að hvort sem ég er sem bæjarfulltrúi eða annað. Ég var alveg til að skoða þetta inn í fræðslusviði og ef liði á. En eins og ég segi, ég vil ekkert alltaf að sé ykkur forræðishyggja að stjórnvöld fara að blanda sér of mikið inn í hlutina. Ég vil líka bara að treysta okkur foreldrum aðeins að bara mynda samfélagi, fá svona samfélagi saman að taka á svona hlutum. Já, en á sama tíma eru bjargir heimiluna mjög ólíkar til þess að bregðast við til dæmis þessum tækninýjungum. Við vitum það að sum heimili þar er efnahagurinn mjög bágur, þar er kannski eitt foreldri, það er meira en alltaf í vinnunni og þar eru alltaf aðstæður fyrir fílafriðin til þess að kaupa sér frið, til þess að skapa afþreyingu heldur en á velmegandi heimilum með tvo foreldra og allt það sko. Þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að nálgast þetta af mildi og víðsýni en sko ég held að máli eins og þetta ætti að vera umræðefni í sveitarstjórnarkosningum sko út allt land. Ég held að þessar, eins og ég nefndi í inngangnum sko, þessar miklu menningarbreytingar þær eru örar, þær eru svo hraðar, þær eru svo örlagaríkar, þær eru svo drastískar að stjórnmálamenn sem og allir aðrir bara íbúir í veröldinni í vestræna heimi og líka austrænum og bara öllum heimum þeir við verðum að gefa þessu aukinn gaum, ekki satt? Jú, þetta fyrir mér persónulega þetta mikið áhyggjuefni. Ég sé ekki hvað framtíðin að bera með sér, því þetta bara þróandi. Með núna gervigreindina bara og annað að ég veit, eins og segi, þetta er einhver umræða sem við þurftum að taka í flokknum. Eins og segi, ég er eiginlega bara að fara af eigin ráðstöfnum
varandi að opna þessu umræðu, en ég væri alltaf til í að fá þetta aðeins, eins og ég segi, bara fá alla inn í umræðuna, hvað sem það en ekki endilega óþarfa skattfé að eyða í eitthvað svona málefni. Ég vil frekar að það er til foreldrafélögin í skólunum og annað, að bara, eins og ég segi, fá þetta aðeins inn. Þó ég veit að það eru mismunandi aðstæður heima fyrir og ég get ekki sett mig í þeirra spor eða hvernig það er því miður. En ég get alveg ímyndað mér verandi einn að þá er freistingin, það er auðveldara að fara inn í freistinguna út af þú þarft að fara að elda matinn og þú þarft að fara að gera hitt og þetta og áreitið er kannski mikið. Og það myndi hjálpa einmitt ef skólinn myndi stíga þarna eitthvað inn í. En þetta er flókið málefni út af þetta snertir svo víðtæka hópa og þetta hefur áhrif á alla foreldra og öll börn. Þannig að ég vil bara tala aðalega það skref sem ég hef tekið og hvernig það gekk og segja það má segja nei. Það má alveg setja skýrar reglur á heimilið. Stundum þarf maður að vera leiðilegi foreldrinn. En það er leiðilegt að enda sem strangasti foreldrinn einmanna og krakkarnir og svo er ég kannski að fara út af börnin mín eru með svo stranga reglur en ekki börnin í kring að þá allt í einu þegar þeir eru nú unglingar eða farin að stækka þá eru þau ekki tengd og þurfa annarkvort að vera bara útskúið eða ekki með vinahópana lengur eða falla undir frystingu bara til að halda sínum vinahóp. Já, eins og ég segi, þetta er mikilvægt málefni, virkilega mikilvægt og ég held að hvort sem stjórnmál eða bæjarpólitík eða skólastarfsmenn, stjórnendur, mér finnst að allir ættu aðeins að svona taka á þessu bæði heima fyrir sjálf, bara persónulega, hvort sem eigi foreldra eða ekki og líka bara að eins og sé, opna umræðuna, byrja að tala meira þetta. Mér finnst að tala alltaf lítið þetta og þeir sem tala þetta nær ekki langt. Oft á tíðin. Einmitt. Kæra þakki fyrir spjallið Jóhann Ingi Óskarsson, foreldri í Vestmannaeyjum, gangi þér og þínum vel. Takk hérlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, nýr kafli hér handa við hornið eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.